Sportþátturinn Mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Nú ætlum við að fara yfir í hestaíþróttirnar. Já, úr frjálsum íþróttum og gott betur það. En helgina var haldið Íslandsmótið í hestaíþróttum á Brávöllum á Selfossi og línuna ég komið með, einna Íslandsmeisturum, Sigurbjörn Bárðarson, sem að, er svona flestum Íslendingum kunnugur sem knapi. Komdu blessa og sæll, höfðingi. Já, komdu sæll og blessaður. Herðu, ég verð nú að bara byrja að spyrja þig áður en við förum að tala Íslandsmótið. Þeir tókst að vera Íslandsmeistari. Veistu hvað þú ert oft búin að vera Íslandsmeistari? Afsakið ég spyrji. Það vonu spyrji, sko. Ætli að sé ekki komnir í meistaradeild 115 Íslandsmeistaratitlar í gegnum tíðina. Nákvæmlega. Þannig að það nú, vel gefið. Já. Svona kannski, þá byrjar náttúrulega sportið hjá, í raun og veru, sko, maður orðið náttúrulega komin 52 mótil ég. Og þetta maður komin á fertugsaldur þegar Íslandsmótin byrja í raun og veru, sko, þegar íþróttin komin á þennan stall. Þannig að það byrjar ekki fyrir einhvern tímann, hvað var ekki 86 minni mig. Jú, það passar. Og það árið undan áður en ég fæddist, þá var ég ekki einu sinni orðið hugmynd. Já, það serðu, og þá er íþróttin að byrja bara. Þetta búið að vera gífurlega skemmtileg vegferð. En svona fyrir almennan hlustanda sem kannski áttar sig á áður en við förum yfir Íslandsmótið sjálft. Til þess að vera afreksknapi, þetta í rauninni að þetta alveg nákvæmlega eins og horfa bara að vera afreks íþróttamaður í fótbolta, körfubolta og hverju sem því að menn ofta að tala sko að þetta sé bara hesturinn, margir hverjir. Nei, sko, þetta mikill miskilningur. Ég held að menn séu nú að snúast svona til á sögum með það átt að sé á því að það alveg sama að þú þarft að hafa góðar gólfkylfur og til þess að geta slegið vel, því að ef þú ert ekki með góð verkværi þá virkar gólfarinn ekki, sko. Og þetta eins með hestamannin, ef hann ekki með góðan hest þá virkar hann ekki heldur, en hann getur náttúrulega virkað betur heldur en sem stafur á góðu knappi. Hann getur þó virkað alltaf betur þó að sé ekki kannski með alveg fullkomin hest. En þetta byggist á samspili og mjög hárfínu samspili, því að maður þarf að lesa hestinn og skilja hann og kunna beitunum af sanngirni. Sjálfur þarf maður að vera andlega og líkamlega vel undirbúinn. Maður þarf að huga mataræði, maður þarf að huga að atgerfi sínu, semst að vera í góðu líkamlegu formi. Og þetta á sama við hestinn, maður þarf að passa upp á hvíld og að hann sé að toppa á réttum tíma. Þannig að þetta fer allt mjög saman eins og bara í öllum öðrum íþróttum. Nákvæmlega. Þannig að þetta telur allt saman. En þá að Íslandsmótinu aftur, hvernig, nú ef þú bara tekur saman að þá búið að breyta svolítið það ekki aðstæðunar hérna á Selfossi fyrir bara knapana og hestana? Jú. Við erum alltaf í það ör þróun á öllum sviðum og mótið á Brávöllum, það og staðurinn sem slíkur. Hann náttúrulega skartaði sínu fegurst að við fengum náttúrulega gott veður. Vellirnir voru til fyrirmyndar, mjög góðir og uppbytunar aðstaða og síðan vellirnir sjálfur. Dagskráin var alveg einstaklega létt og aðgengileg fyrir áhorfendur líka, sem sagt að sækja, að horfa á topp viðburði, og skipulag var mjög gott. Nú er maður búin að vera á mörgum Íslandsmótum í gegnum tíðina og þarna var skipulagið mjög gott. Og það eitt sem vakti sérstaklega athygli mína, það var frábært þulur. Gísli Guðjónsson, það svona nýtt nafn sem ruddi sér til rúms sem bara yfirburðamaður þarna í þulastúku, sko. Hann bara elítumaður. Hún tókst að gera þetta af svo mikilri mýkt og nærgætni, en gera þetta vel. Það kúmst að vera þulur og hann var alveg til fyrirmyndar. Hann var einmitt að dæma þarna á landsmóti og þá var einmitt komið svolítið hérna fyrir nútum með Twitter og fleira. Það var hérna Gísli dæmir af því að hann var svona öðruvísi klæddur en aðri dómar. Já.
Hann allavega komin fram þarna alveg feikna góðu stjórnandi og þulur og abrastómari, ekki spurning. Og svo sáu þeir þarna hjá skeiðfélaginu sem eru slitnismenn meir og minna allt saman held ég, skeiðkapriðarnar. Þær fóru með samaskapi mjög vel fram og síðan var bara þetta umgjörðin, þetta var mjög vel lukkað mót. En ef við förum aðeins yfir núna bara Íslandsmótið sjálft, það kannski ekki almennur hlustandi sem gerir sig grein fyrir því. Munurinn á landsmóti og Íslandsmóti, svona í svona snöggu bræði. Hann náttúrulega svo mikill, það svo mikill munur þar á milli að það eiginlega hafsjór. Já, Þannig erum við að keppa á alltaf öðrum forsendum, þannig knapinn í lykilhlutverki með verkværið hestinn, en á landsmótinu það hesturinn sem í lykilhlutverki. Sko gæðingakeppnin og sem sagt öll uppbyggingin í kringum það form og sem sagt dómskalan og leiðaran, það byggist alltaf á því að horfa fyrst á hestinn og síðan á knapan. Þannig að knapinn, hann gegnir að sjálfsögðu alltaf lykilhlutverki, en það alltaf talað hestin í forsvari. Þar sem sagt meira gert út á mikil afköst og mikil rými og mikla getu og sem sagt einfaldara keppnisform, þar að segja að hesturinn þarf ekki að skila með keppninu með eins mikillir nákvæmni, þannig að það svolítið frjálslegra og þannig að þetta nú svona í höfuðdráttum það sem við erum það sem munurinn liggur í. En svona með hvernig Íslandsmótið fór núna fram og engannar og tíminn í skeiðunum, það má segja að þetta orðið nokkuð bjart eftir svo háar enganir. Enganirnar þær náttúrulega veðrið skila kannski aðeins í en Jú, svo þetta líka stemningsaugnablik, sko, við getum sagt sko að til dæmis eins og í úrslitum þar kannski eru enganirnar að rísa hvað hæst og þá eru dómararnir meira komnir í röðun og þær eru nú kannski ekki alltaf marktækastar hvað var það nákvæmni því að það dómararnir, hver dómari fyrir sig að horfa kannski eins og í töltunum til þess að 8 hesta inn á litlum vettvangi, þá náttúrulega nákvæmnin, hún getur aldrei orðið þannig að hún sé með slíkum að það sé verið að meta allt nákvæmlega rétt. Vegna þess að það svo mörg atvik sem þarf að horfa á og margir hestar, þannig að þá þetta orðið meira röðun og það meira verið að gefa svona eftir tilfinningu hvar gæðin liggja best og hvar mistökin eru sem sagt minnst sjáanleg með því að hafa svona marga keppendur inn á í einu. Þannig að engunir eins og þú ert að segja það liggja hærra en þær eru svona í megin dráttum, þær eru röðun, sætaröðun og stundum liggja þær lægra og stundum liggja þær hærra og það fer svolítið bara eftir stemningunni. Já, nákvæmlega. En svona í gegnum tíðina hjá þér frá því bara þú kepptir á þínu fyrsta móti og þú ert væntanlega, þú ert orðinn ansi reyndur í þessu. Þetta snýr líka það ekki líka bara nokkuð veginn svona hvernig þú talar í rauninni við hestin rétt áður en þú leggur á stað í keppnina sjálfa. Þess að fyrir fram að fjölda manns, hvort sem það landsmóti eða Íslandsmóti. Já, sko, hestamennska mikið sjálffræði. Þeir sem eru að ná árangri, þeir þurfa að geta lesið hestin sinn og þeir þurfa að geta átta sig á við hvaða aðstæður hann að framkalla sína bestu getu og með hvaða hætti best að nálgasta, upphitun gífurlegt atriði og mataræði fyrir mann og máliðsingjan, hestin, þannig að það skiptir mjög miklu máli hvernig maður stemdur, maður búin að geta mikið af þungmeti eða léttan mat og eru vel upplagður og eins með hestin að hann sé ekki ofétin og ekki heldur að hann sé ofsvangur, þannig að það þarf að kunna inn á meltingarvegin, þar að segja hesturinn maturinn lengi, hegið lengi að fara í gegnum meltingarvegin, 4 til 6 tímar sem þetta að fara í gegn, þannig að maður þarf að hafa, það eru ýmsir þættir sem þarf að hugsa heilbrigði, hollusta, búnaður, að hann sé ekki að meiða og sé meðmanni í keppninni, það eru svo margir þættir sem að fara þarna saman og því gerir þetta íþróttina enn meira
enn meira spennandi og skemmtilegri. Viðfangsefnið hesturinn, að það er svo mikið sálfræði sem fylgir því að framkalla og ná því besta fram. En finnst þér stundum svona í gegnum tíðina kannski að knapinn og hesta íþróttin bara hérna heima fyrir, það hefur komið fyrir það ekki í gegnum tíðina, hún hefur verið svolítið vanmetin, en daginn í dag eru menn kannski byrjar að átta sig meira á því að þetta orðið svona hvað menn þurfa að hafa fyrir því að vera afrekssnapi. Jesús með góður. Já, ég veit að þetta þung og leiðileg spurningan. Já, þetta heavy, hún þung, en ég segi bara Jesús með góður, við Íslendingar við eigum svo gífulega magnar íþróttafólk í öllum greinum. Það alveg sama hvar okkur ber niður. Sjáu þið, við erum með eignast heimsmeistara og ekki bara heimsmeistara, heldur svo í 3. sæti og svo í 8. sæti eða hvað það var í kvenna sem sagt í kraft fjölþættum crossfit, kraftliftingum og átökum og fótboltaliðið okkar, júdómenn, hlaupara, frjálsítar, með þetta við eigum svo öflugan kjarna og það sem að við þurfum að gera hestamenn, það ósköp einfalt mál. Við eigum afreksfólk innan okkar stéttar, unga kynslóðin alveg gífulega sterk og við erum að byggjum vel undir hana og hjálpum henni, en það sem við þurfum að gera, við þurfum að kunna, við megum ekki halda að það sé alltaf vera að kasta í okkur ónótum og við séum ekki ekki nógu góði eða eitthvað slíkt. Við þurfum að koma okkur á framfæri sjálf. Við þurfum okkur vantar kannski, það má kannski segja helsti akkjörishættin okkar sá að við ættum að vera með hreinan og kláran bara upplýsingafulltrúa, það ætti að vera fjölmiðlafulltrúi landsamma hestamanna sem ætti bara að vera í forsvari fyrir, ætti bara að hafa það sem verkefni að koma íþróttinni á framfæri, hvort heldur sem það væri gæðingakeppni eða íþróttakeppni eða hvað sem væri innan okkar geira sem að snýra þessu, að koma okkur á framfæri, hafa samband við fjölmiðla, fólk, kynna þeim íþróttun okkar, bjóða þeim á vettvang og þetta svo mikið undir okkur komið. Það okkar eigin dugnaður. Nákvæmlega. Þú ert eini maðurinn í hestaíþróttinu sem hefur verið kosin íþróttamaður ársins 1993. Hvernig var tilfinningin á svona tíma að fá þetta í hendunar? Sko, hún var náttúrulega ólýsanlega. Maður var bara lengi að jafna sig og átta sig á því. Ég leit náttúrulega fyrst og fremst á mig sem fulltrúa hestamennskunar, íþróttarinnar og maður var stoltur fyrir hönd hestamennskunar að veita þessu viðtöku og ég held að þetta hafi gert okkur gífurlega gott því að það opnuðust augun bara sveitafélaga og bæjarfélaga og það sem sagt fyrir því að þarna væri alveg íþrótt og við þyrftum að fá húsaskjól yfir okkur og við áttum þarna góðan málsvara, Guðun Ágússon, hann heldur betur stundi við nú við bakið á okkur þegar framliðu stundir, það sjást nú allar þessar reiðhallir sem hafa rísuð upp og margt gott gert af hans hálfu fyrir okkur hestamenn. Þetta var alveg ógleymanleg stund og maður lifir ennþá á henni og í raun og veru, þetta í raun og veru toppurinn á íþróttinu, maður fer ekkert lengra en þetta. Og í raun og veru kom upp í hugan hjá mörgum sem höfðu samband við mig og sagði nú átt að draga því í hlé. Nú mála hætta. Já. En einhvern veginn var það maður svona hálf keppnisjúkur og svona atriðlinna fíkill að taka þátt í keppni. Það var bara ekkert á boðstólum að fara að hætta. Þú varst nú ekki elsti keppandinn á Íslandsmótinu í ár? Nei, vinur minn Erling og Sigursson, hann duglegur að mæta og heldur betur virkur og búin að vera það í gegnum tíðina. Það munar bara 10 árum hvorki meira en að minna á okkur. Já, nákvæmlega. En svona í lokin áður en ég sletti þá verði ég að spyrja þig, það eru svo margir sem eru jafnvel sem eru að hlusta á okkur núna sem eru jafnvel feimnir við að koma krökkunum sem í hestaíþróttinu að þeir eigi ekki hesta til dæmis. Hvað myndirðu segja til þess við svona fólk? Er það ekki bara að leita til hestamannafélaga eða? Jú, málið að það fullt af hestum sem fólk, til dæmis sem þetta að benda á sem fólk,
þetta sem fólk notar á sumrin og alveg tilbúið að láta í hendur á ungu fólki yfir vetramánuðina og leyfa þeim að vera með og kynnast hestum og komast þannig í samband. Það er hellingsmöguleikar í þessu og ég held að það er náttúrulega fyrsta skilið að gangi í klúbb, það er að segja hestaklúbb, hestamannafélag og komast þar í samband bara við stjórn hestamannafélagana og leita eftir sem sagt hjálp aðstoð, við skulum segja foreldra með barnið sitt, að leita þar eftir aðstoð og ég held að það sem gerist hjá okkur hestamönnum núna, við erum komin á ákveðna krossgötur og á ákveðnum stað að við þurfum að fara aftur til fortíðar og fara að koma á nýjan leik, það sem við gerðum í gamla daga, kannski upp á 1960, 62, 64, að það er að byggja upp félagshús og ná upp þessum félagsanda, sterkari félagsanda á nýjan leik. Þar sem að félagshúsin verða svona nokkurs konar dvalarstaður og uppeldisstaður svona áhugasamra hestamanna, ungra krakka, þar sem við koma saman og komast í kringum eldri og eldra reyndara fólk, geta lykt sér stíu eða pláss, þarf ekki að kaupa sér hesthús og eiga möguleika, ég man það að minn tími í þessu hann byggðist upp í fákshúsum niður 11 árnar, þar sem að maður gæti lykt sér pláss yfir veturinn og leigan á plássinu nam verðgildi eins sígarettupakka og maður reykti ekki og þannig gat maður svona réttlæta þetta einhvern veginn útvega þennan pening til þess að geta borið á afborganir að hafa hestahúsi og þessna held ég að við sjöum svona hestamannaklúbbarnir eða félögin, þeir þurfa að fara að horfa til aðeins tilbaka og sjá með hvaða hætti við gerðum þetta og þetta tók svo vel með þeim hætti og að þetta er dýrt að halda hesthús og eiga hesthús og þessna þurfum við að koma til móts við fólki sem hefur áhuga að kynnast íþróttinni, gefa því tækifæri, vera með leiguhesthús og fá aðstoð þá hjá sveitafélaginu því þetta er eins og bara hverjum íþrótt sem þarf utanumhald og aðhlynning og smá aðstoð og síðan hestamannafélagin að halda utanum það og keyra það áfram. Þannig að það er fullt af vonum og það er fullt af möguleikum. Nákvæmlega. Og já, það er aðalatrið kannski fyrir fólk að vera bara ófimi við að leita til hestamannafélagana því að það virðist vera alla opna dyr fyrir öllum. Já, það er allt svo mikið af góðu fólki og það er góð starfsemi innan þessa félaga, það er svo mikið æskulífsstarf og krakkarnir komast bara inn, það er að samband, þá er yfirleitt ykkur sem eru tilbúinir að rétta hjálparhönd og hjálpa til. Það er alveg ótrúlega mikið til að góðu fólki. Sigurbjörn Barðarsson, Íslandsmeistari í gæðingarskeiði, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég biðst afsökunar hvað ég hélti lengi, en njóttu og hafðu það gott. Sömuleiðis og ég þakka þér enn fremur fyrir að sýna okkur hestamönnum þessa virðingu að vera að fjalla svona vel okkur. Þakka þér bara kærlega fyrir þátt. Takk fyrir. Og framöndan, það er heimsmeistaramótið það ekki? Í Berlín? Jú, það er bara næst pól í hæðina tekinn, það er bara næsta mót, það er eins og maður segir, sko. Það er næsta ár. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir. Sömuleiðis, takk. Það var gott. Best. Já, fara ekki langt, hlustunir góðir, næsta dagskrá þá ætlum við að fara í fimmleika og línunni verður hér Stefania Eyþórsdóttir sem var með staðsveit á Eurogym, farið ekki langt. Við skulum fara í útileik